Góðan daginn. Nei, það fyrsta. Já. Það kötturinn Kaldalón. Veitu hvað þetta þýðir? Það hann mættur. Svakalegur þessi. Já, hann mjálmar kötturinn Kaldalón. Það Pingjan sem heilsar þennan þriðjudaginn. En annar áskriftaþátturinn. Já. Gæti orðið svo besti hingað til. Og fólk komin til að vera, var ég að heyra. Já. Hvað er þetta? Sko, nú ég að gera það sem ég ger aldrei. Það tvennt sem ég ætla að gera í þessu þætti sem ég ger aldrei. Já. Númer 1, það er að drekka orkudrykk. Já. Nú ég að því. We need it. Já, við erum að vinna þvílíka yfirvinnu hérna. Já. Og ég þreyttur, það verður að viðkennast. Já. En þessi orkudrykkur sem ég ætla ekki að geta nafns Magic, þetta er Magic. Ég elska Magic. Hann er vissulega að halda okkur gangandi hérna. En sko, fyrirtæki dagsins er mitt Kaldalón. Kötturinn Kaldalón. Já, við hann nú staðið lengi til að kíkja yfir þetta. Já. Og þetta er ansi veglegt, þú veist, þetta er náttúrulega félag á First North markaði og það verður nú bara að segjast alveg eins og er að hérna, þú veist, þetta er veglegur reikningur og það er eflaust eitthvað sem að okkur mun yfirsjást hérna í dag, sko. Já. Þú veist, það er bara ekki hægt að tróða þessu öllu í 50 mínútna þátt eða klukkutíma. Nei. En við reynum að sjálfsögðu okkar besta. Ég líka, ég fór... Orðnir þaulvanir í þessu, svo sem. Já, maður er samt alltaf að læra eitthvað nýtt. Já, það er þetta ég sko, mér líður, hefurðu farið í matabóð og það er ís með marssósu í boði? Nei, ég minnist þess nú ekki. Í alvörunni, ég var aldrei fengið marssósu með ís. Jú, var ekki þetta marsmús? Nei. Var ekki Simmi og þarna? Já, allavega, skiptir ekki, ég skal útskýra málið. Sko, alltaf þegar þetta er í boði, þá fær maður sér eina skúpu af marssósu. Þetta er bara rjómi og mars brætt saman. Ok. Og áður og veist af, þá ertu farin að drekka þessa sósu með ís. Já, er þetta svona gott? Þið verður illt í maganum og þú bara étur yfir af þessar sósu. Þessi þáttur er þannig, því að þegar maður byrjar að skoða þessi fasteignafélög, maður ætla bara hérna, heyrðu, núna erum við að skoða Kaldalón. Við ætlum aðeins að kíkja hvað hinn félögin er að gera. Heyrðu, það er bara búið að vera mesta hafari fasteignafélagana frá upphafi núna út af því að Eik allt í nú var sætasta stelpan á ballinu. Eik og Regin voru hérna og Reytir og svo er Regin ætlu að dansa saman hérna. Halldór Berjavín, hann bara gafst ekki upp. Bara, já, við höldum tilbúin til streitu. Það er komið endalaust að gögnum um þetta. Ég er bara í ólóti. Ég veit ekkert hvað við erum að fara yfir, sko. Þetta átti að enda í átti að fara í korter, endaði í 8 tímum. Já, og mér er bara illt í maganum. Mér líður eins og eftir matabóð, það sem maður er búin að fá sér ís og marssósu. Að því sögðu, þá held ég þetta að vera góð þáttur. Já, ég ekki spurning. Allt sem við gerum við vel. Það er nú bara þannig, en hvernig það? Ert þú með eitthvað svona formála í þessu? Já, ég er með það. Viltu tvinna inn í mína umræðu, eða? Sko, ég veit að þú mynd vera pottjættur. En ég er með 3 rannsóknarspurningar. Já. Hvað malar kötturinn Kaldalón mikið? Já. Skulum bara... Leifum þessu bara að ganga hérna? Já. Eru færri starfsmenn meiri djús eða minni sósa? Ok. Já. Og 3, hvað er arðbarasta fasteignafélagið? Ok, já, skemmtilegt. Góð pæling. Ertu þá að skoða mælikvarðan net operating income, eða? Nei, ég er ekki búinn að skoða. Ætlaði þú ekki að skoða það? Nei, ég er að tjóka. Rannsóknarspurning, við komumst að því. Sko, sagan, þetta er nú frekar stutt. Kaldalón er stuttur fjörðu við norðanvert Ísafjarðardjúp. Það rennur jökuláin Mórila vaðla og leirur lóni sjálft í fjölmörgum farvegum. Við sunnanvert Kaldalón hefur reistu minnisvarði tónskáldi og læknin Sigvalda Kaldalóns. Já, einmitt. Ertu ekki að tala um hann þarna hjá FM? Ertu ekki að tala um FM? Jó. Ertu að tala um, var ekki Avans eða eitthvað svona? Ég hef ekki hugmyndu það, sko. Er hann Svali þarna sem var á FM? Já, Kaldalóns. Sigvaldi Kaldalóns er Avans. Já, ég veit ekki. Ég held að hann heiti Sigvaldi Kaldalóns. Þú tókst óvinna við lita. Ég held ég púaði niður hérna, en það var svo lélugur brandari. Herri, sko, ég veit úr tónu þreyttur á þessu. Þetta er stuttu fjörðu, norðanvert Ísafjarðardjúp. Gæti verið að ég sé að rugla, sko. Ég er með eina spurningu fyrir þig. Það er 1 dalur þarna. Viltu giska hvað hann heitir? Í Kaldalóni? Já. Djúpdalur. Nei, þú myndir unaði vel þarna, held ég. Nú, ok, hvað er þetta? Unaðsdalur. Já. Er það ekki? Þú væri góð þar, í Unaðsdal. Í Kaldalóni. Já, Unaðsdalur. Herðu, enough of the bullshit.
Bullshit. Alltaf að byrja á léttunótunum, sko. Já, það eru einhverjir sem eru búin að slökkva núna. Nei. Herðu, félagið er stofnað 2017 sem samlagsfélag. Já. Er svo breytt í hlutafélag, en er í grunninn samkurl nokkura félaga sem áttu öll það sameiginlegt að vera með atvinnuhúsnæði til útleigu. Ok. Stærsti eigandi í byrjun var með 45,6% og hét RES EHF. Ekkert veist þar. Nei. Félagið var stofnað innan Kviku og Kvika átti 10% til að byrja með. Já, það var ekki meira en það. Sko, hvaða aðilar voru þarna? Þekkirðu það? Það er einmitt næsti punktur. Þetta verður bara eins og að lesa eitthvað kviðmátal hjá áttunni ef ég fer að lesa upp alla eigendasöguna. Kviðmátal áttunar, já. Þannig að þú veist, það eru mikla sviftingar en í grunninn er þetta bara Kvika og vinir. Það er bara enough said. Okay. Sko, kynninga frá 2019 og fyrri stefna félagsins var að vera fastegna þróunarfélag. Keyptu meðal hans 50% í Steypustöð og staðsettur sér svolítið svona þar, kaupa lóðir, þróa fasteignir, bara eins og við þekkjum. Í dag má held ég segja að stefnan er bara orðin iðnaður, atvinnuhúsnæði, hótel. Já, bara, þú veist, og útleiga jú, eiginlega bara orðið basic fasteignafélag. Selja Steypuna 2022. Eitt eftirtæktavert með Kaldalón er að fyrstu starfsmenn er ekki ráðnir inn fyrir 2021. Sko það er eitt samt sem ég vil koma inn á, þeir náttúrulega fóru í umbreytingaferli úr fjárfestingafélagi yfir í fasteignafélag, sko. Já, ok. Það er allavega... Ég held ég að lesa þetta að hafa átt að vera fasteigna þróunarfélag, bara í fyrstu kynningu, 2019. Já, en þú veist, sko, hérna félagi hefur gert samstæðu ársendingu frá júli 2021, en þar áður gerði félagið upp sem fjárfestingafélag samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum. Já, þú veist við það. Já, en þú veist, í grunninn skilgreindu sig í kynningum öðru. Já, sem þróunar. Báðum er rétt, ok, klapp fyrir því. Við erum ekki með betan okkar innan núna. Sko, eins og ég segi, fyrstu starfsmenn er ekki ráðnir inn fyrir 2021, fram að því var þetta bara framkvæmdastjóri og ég held að svona stærsta ári er 2022. Þá byrjaði það mjög utan í Skel og kaupa hérna 13 þjónustustöðvar sem eru held ég bara alla bensinstöðvar orkunar sem eru svo leigðar aftur til orkunar. Hérna 2022 kemur fram að áætlaðar árstekjur, ég tók þetta þessu, ætti að vera orðnar 3.437 milljónir. Já, í lok árs 2022, sagður það? 23. Já, 23, já. Með við 100% nýtingu. Já, með við kaup og tilkynnt viðskipti sem voru 2022. Já. En núna fyrir fyrstu 2023 þá sýnist mér er bara ná að endi í 2,8 miljórum. Ef við uppreiknum 1, með við hálft ár þá er þetta 1428 miljónir, 1429 give or take. Já, þannig að þú veist sinnum 2. Já, ég skil þig. Þeir eru ekki ná að sleikja 3. Nei, það verður svona spennandi að sjá, sko, því að þau eru náttúrulega að bæta við sig, skilur þú? Já, þau kaupa. Kötturinn Kaldalón. Kaupa, ég kem inn á það eftir, en þetta var sko miða við einmitt full nýtingu allra fasteigna og sem sagt í rauninni þú veist heilsárs fasteigna nýting skilur eða þú veist með heilt ár því að eitthvað árinu undan kannski var eitthvað fasteign bara í 3 mánaða leigu eða svo skilur. Á ég að skúpa svolítið? Já, skúpaði. Ég tók saman HLF hlutvallið. Já. Hinn leka fata. Ok, er það... Þá tekið nýtingarhlutfall hjá hver einasta fasteignafélagi og meðan við 100% leigu, hvað er að tapa á því að vera ekki 100%? Já, meinar. Já. Kaldalón er með 98% leiguhlutfall, þannig að tapi hjá þeim er í rauninni bara 20%. Já, kæri hlustandi, þú ert að hlusta á áskriftarþátt. Já, tíminn er búinn. Tíminn er búinn því miður. Því miður? Já. En þú getur nálgast framhaldið af þessu þætti. Já, það eru góðu frétnar. Þú getur bara að fara inn á partus.is/pingjan, skráði áskrift, þá fara aðganga þessum þætti og öllum öðrum áskriftþáttum sem við höfum tekið upp. Já, og þá ertu komin í pingjubandalagið. Komin í pingjubandalagið og svo eitt, bara til að skilja þetta. Þetta er mjög einfalt. Þú sækir RSS-kóða, kopja hann einu sinni í Apple Podcast einu sinni á lífsleiðinni. Já, og þættin koma sjálfkrafa í símaðinn á hverjum einasta þriðjudegi. Ásetningaþættir, brakandi ferskir, spjallþættir, brakandi ferskir. Hvað fleira? Er þetta ekki brakandi fersk? Jú, brakandi fersk bara. Takk fyrir að hlusta. Mestum máli skiptaðin er að þú kemst í pingjumandalagi. Já, takk ég þáttu því. Partus.is/pingjan. Það er uppsölunni.